Ari Teitsson, gjör svo vel. Vil nú byrja á því að þakka nefndinni fyrir góða vinnu og ég sé að hún hefur farið ítarlega yfir þennan kafla, mannréttindakaflann og í ljósi aðfenginna athugasemda sem að er vel því að við þurfum auðvitað að vanda þetta verk eins og við getum og hlusta á góð ráð. En það er eitt sem ég langaði til að gera hér í upphafi umræðuefni og það er það að við höfum aðeins fengið ábendingar að kannski snúi okkar hugsun stjórnarskrána of mikið af því að ætla hinu opinbera að sjá og gera hitt og þetta, en í raun og veru sé þjóðfélagið við sjálf og kannski ættum við frekar að beina aðeins meira sjónum okkar að því þeim skildum sem við höfum og það sem við þurfum að gera, þannig að þetta verði ekki svona of einhliða bæna skjal til ríkisins. Og þetta segi ég meðal annars vegna þess að við þekkjum það öll að ríkisvaldið hér á landi eða ríkiskassin kannski eins og við stundum hugsum, hann er í þröngri stöðu og mun verða það á næstunni. Það er í raunar ekkert sem bendir til þess að við munum halda áfram vaxandi velmegun, lífskjör þjóða munum jafnast og meðan við erum langt ofan það þá getum við ekki rekna með því að við höfum alltaf meiri og meiri efni á því að gera meira og meira. Ég held að það verði því miður ekki þannig og í því sambandi þá svona velti því upp hvort að við séum kannski að ganga of langt í því að gera kröfur á ríkið beint og ég nefni í því sambandi það sem stendur hérna í þriðja liðum vernd réttinda og þar segir stjórnvöldum ber að tryggja síaukna vernd. Spurningin er hvort að það sé raunhæft að við reiknum með því að þróun verði áfram í þá átt sem að hún hefur verið á undanförnum árum og jafnvel áratugum og við getum alltaf allast til meira og meira af yfirvöldum. Ég held að við þurfum svona svolítið að hugsa þetta, hvort þetta sé raunhæft og bið nefndina aðeins að velta vöngum yfir því. Síðan tek ég undir með Vilhjálmi tjáningarfrelsið að það er mjög mikilvægt, en ég velti því aðeins svona fyrir mér hvað það þýðir þegar hér stendur stjórnvöld skulu tryggja aðstæður til opinnar og upplýstar umræðu, svo sem óheftan aðgang að netinu og upplýsingartækni. Nú býði ég í þannig samfélagi að aðgangur að netinu er ekki góður og ég veit ekki hvort við gördum talað að sé heftur en það er þannig að þjóðfélagshópar landfræðilega eiga mjög mismunandi aðgang að neti og upplýsingartækni og það mætti lesa þetta svo að ríkið ætti að tryggja það að það veri netvæðing á hverju byggðu bóli eða jafnvel víðar. Ég heldur reyndar að það sé kannski frekar átt við það að þarna sé verið að tryggja það að netinu sé ekki lokað, en það er svona spurning hvort að þyrfti aðeins að velta orðalæginu fyrir sér í þessu samandi. En aðalerindi mitt með orðinu var þó að ræða þjóðkirkjuna, en ég get haft það stutt því að ég er Vilhjálmi Þorsteinsyni algjörlega sammála málsmeðferð í því samandi. Það er að segja að við megum ekki fara með þetta opið og í eins konar atkvæðagreiðslu með atkvæðagreiðslu stjórnarskrá og tillaga aðnefndar sem nú hefur verið lagt fram, hún er til þess að leysa það mál og þau vandamál sem að kirkjan kynni að valda okkar verki í heild og mér sýnist þarna sé lögð til lausn á því sem að við ættum að horfa til. Takk.